Séra Svavar A. Jónsson á Akureyri hefur undanfarin ár tekið myndir af fossum og í fyrra gaf hann út ljósmyndabók með fossum. Hvers vegna hrífust við að fossum? Allir virðast eiga sinn uppáhaldsfoss. Við flettum myndaalbúmi Séra Svavars og skoðum fallegar fossamyndir. Svavar, hvernig stóð á því að þú fórst að mynda fossa? Það eru nú margar skýringar á þeirri áráttu. Ég hef mjög gaman að því að taka myndir. Ég hef mjög gaman að taka myndir út í náttúrun og ég hef mjög gaman að vera þar út í náttúrunni og fossarnir höfðu einhvern veginn svo sterkt til mín. Það er svo mögnuð upplifun af fossum. Þú náttúrulega heyrir í þeim, þú ert að labba upp gilin að þá heyrir náttúrulega árniðin en svo færðu að heyra drunurnar í fossinum og þú náttúrulega, hann er sjónarspil, hann er mikið fyrir augun en þú skynjar hann líka á húðinni sem er eitt skynfærið, færð úðan á húðina og svo náttúrulega finnur þú svona ferska angan þannig að hann höfðar til svo margra skynfæra fossin og þetta er bara svo sterkt fyrirbæri í náttúrunni. Ég gafst út bók í fyrra, svona ljósmyndabók, við ætlum á eftir að skoða í 18 myndir af fossum sem þú komst með, en hvað gerir foss að fossi? Það er náttúrulega kannski fyrst og fremst vatnið og fjalllendið. Ég segi nú í þessari bók að benda á það að Eyjafjörður er ekkert mjög frægur fyrir fossa en hér er kjörlendi fyrir fossa því að hér er mikið vatn, hér er snjóþungt og nóg hráefni í fossa og svo náttúrulega er landslagið þannig að það er alveg til fyrirmyndar fyrir fossa. Það eru fjöll og gil og já. En er það þannig að svona bara þeir sem þú ert að tala við eiga allir sinn uppáhaldsfoss? Mjög margir. Ég fari víða með fossamyndirnar mínar og það er oft sem að fólk segir að þetta er fossinn minn. Og bara síðast þegar ég kom hérna áðan þá þekkti tæknimaðurinn einn fossinn og það var fossinn hennar. Og fólk þarf að ræða þetta við þig? Já, og stundum er fólk líka að segja mér að því það veit að ég er svo veikur fyrir fossum að það er að segja mér þú ættir nú að prófa að fara þarna og það er mjög fallegur foss. Og ég er búinn að fá ábendingar ótal fossa sem að ég á eftir að skoða. Við ætlum að fá að fletta myndaalbúminu þínu. Fyrsti fossinn þarna sem við sjáum, hvaða foss er þetta? Þetta er foss í Syðri Tunguá. Held ég að sé alveg ég held að sé ekki að skrökva neinu það. Það eru margir fossar í þessum ám, Syðri og Ytri Tunguá og þetta er einn þeirra. Hann bara virðist bara koma út úr berginu eða hvað? Já, frá þessu sjónarhorni er eins og hann bara streymi þarna út úr bergstálinu. En hann lítur svo öðruvísi út til dæmis hinum megin frá. Ég sér þarna neðst niður í hægra horninu, er þessi mynd tekin að haustlægi eða er þetta bara svona... Þetta er sumarmynd og það er nú eitt sem er svo hrífandi við fossana er að þeir eru svo breytilegir eftir bæði veðri og veðurfari, hvort það hefur verið rigning á sumar eða eitthvað og svo náttúrulega eftir árstíðum og hver árstíð hefur sinn sjarma. Þetta er í sömu á, aðeins ofar, að mig minnir. Það er nú sennilega 10 ár síðan ég tók þessa mynd, 10-11 ár. En þetta er í sömu á og aðeins ofar. Sem sagt í Hörgárdalnum, Syðri Tunguá. Já. En þegar þú labbar að fossunum og upp að þeim og ert að stilla upp myndavélinni, eins og þú segir, það er ekki, fossarnir, þeir breytast mikið eftir hvar maður stendur. Já, þeir gera það og það er best mér finnst best að skoða þá og mynda þá þegar það er ekki sól. Í sól þá koma oft leiðinlegir skuggar í gil og gljúfur
og náttúrulega best að hafa stillt því að ég tek þessar myndir yfirleitt á þrífæti og á tíma og þá þarf vélin að vera alveg kyrr þannig að ef það er vindur þá verða myndirnar óskýrar en ég tek þar á tíma til þess að ná fram mýktinni, það er alveg með vilja gert því að fossarnir okkar hérna í Eyjafirði eru langflestir svona litlir og krúttlegir og mjúkir og mér finnast það eiginlega svona skemmtilegustu fossarnir, ég er alltaf hræddur við hina en ef maður sem sagt, tekur það á mjög stuttum tíma þá náttúrulega er svona meiri svona frussugangur og þá nærðu kraftinum í fossunum en með þessari aðferð þá nærðu mýktin í þeim. Við skulum fletta yfir á næstu mynd. Hvar er þessi foss? Ég held að þessi sé svo í ytri tungu á. Og já, þarna setti ég vélina, hafði hana mjög neðarlega til þess að ná hún eiginlega sko áin streymir bara sko hérna í gegnum sjónvarpi sko inn í tilmanns og það er mjög fallegur foss, hann er ekkert langt frá, þetta er bara örstutt frá þjóðveginum. Þannig að ég bara aðgengi þá fyrir almenning þá bara mjög gott af þessum fossum? Já, þegar ég sko fór út í þetta á sínum tíma þá var svona sko fyrst og fremst bara hreifst ég af fossunum en mér langaði líka til að sýna fólki og benda fólki á að við þurfum ekkert að fara langt á þessu yndislega landu okkar, þá þurfum við aldrei að fara neitt langt til þess að komast í alveg ótrúlega mikla og fallega náttúru og allir þessir fossar, það er hvergi sko einhver löng eða ströng ganga að þeim, þetta er miklu nær en okkur grunar og fossarnir hérna í Eyjafirði, þeir Eyjafjörður er sjálfsögðu ekkert frægur fyrir fossana, Þingeyjarsýslurnar eiga miklu frægar og stærri fossa en við eigum helling á svona fallegum stöðum og stundum bara fór ég af stað og ég vissi þarna er á og hún rennur þarna í bratta og kannski er einhvers staðar foss og ég bara leitaði að fossum og yfirleitt fann ég einhvern. Þessi er í Hörgárdal, þetta er hinn fræga Myrká, það er þessum djáknin og þetta er neðsti fossinn í Myrká, heitir Byrgisfoss, það eru 3 fossar í Myrká allavega, Byrgisfoss og Kálfafoss og efstur er svo Geirufoss sem við sjáum nú sennilega á eftir. Þessir fossar hafa eflaust mjög margir nöfn en mér er nú ekki kunnugt nándanæri öll og ég í bókinni þá ákvað ég bara að gefa þeim sjálfur einhver nöfn. Því að oft var svona reiki hvaða nákvæmlega foss héti hvaða nafni þó að það sé náttúrulega óumdeilt í mörgum tilfellum líka. Við skulum þá upp Geirufoss. Þetta er nú talsvert. Já, þetta er held ég, megi segja hæsti foss í Eyjafirði, Geirufoss í Myrká í Hörgárdal og þarna er nú gamli bærinn, ég man ekki hvort hann, það er svona Myrká, ég man nú ekki hvað hann heitir, hann horfið mér minni núna en það er gamall bær þarna sem að við sjáum þarna í bakgrunni. Og ég held að það hafi verið enn eitt bær framar. Geirufoss er sennilega merkilegasti fossinn. Ég fyrir ekki bara svo hæsti, heldur svo merkilegasti. Það er mjög skemmtileg þjóðsaga sem að tengist Geirufossi. Ástarsaga meira segja og tröllasaga því að tröllskessan Geira, hún var þarna. Og hún lét lífið í þessum fossi og það mun hafa verið síðasta tröllskessa á Íslandi. Þannig að þetta er engin smáræðisfoss og mikill sögustaður, Geirufoss. Skulum fá upp næsta foss. Þetta er við Þelamörk. Já, þetta er á Þelamörk. Þetta
Þetta á sem held ég heiti Krossastaða á og þar mjög skemmtilegur margbrotinn foss og ég var búinn að fara áður, bara nokkrum árum áður var ég búinn að fara upp að þessum fossi en fór hinum megin og var þannig skóaður að ég komst ekkert yfir ána og ég lenti eiginlega, ég var einn þá, ég yfirleitt var nú vinur minn með mér í þessum fossaferðum en ég var einn þarna og ekki með síma og ég var eiginlega komin í hálfgerða sjálfhelda því ég fór alltaf nær og hoppaði svo niður á sillu og mér til skelfingar þá sá ég það ég komst ekkert upp aftur en ég gat nú fundið reyndar aðra leið en það náttúrulega maður verður að passa sig á fossonum og bara umhverfið, þetta ofta hált og maður þarf að sýna aðgát. En þú landaðir hérna góðri mynd? Já, svo fór ég hérna hinum megin frá nokkrum árum seinna og þetta svona haustmynd og þetta þessi magnaði foss og reynda mjög fallegt gil, þarna Krossastaða gilið og gróður sælt. Næsti foss sem við sjáum? Þetta foss í Fossá á Þelamark. Fossá næsta á sunnan við, held ég, Krossastaða ána og þar nokkrir fossar, en það heitir áin Fossá. Ég held að þetta sé neðsti fossin, neðsti fossin heitir Háifoss og sést mjög vel frá þjóðvegi númer 1. Mér finnst þetta, hann minnir mér svolítið á brúðkaupsstertu þessi foss og mér fannst það svona ákveðna svona rómantískar kendir sem hann kveikti en svo heyrði ég, skal nú ekki selja dýra en ég keypti það en ég heyrði að þessi foss héti því rómantíska nafni Hesthúsfoss. Og áfram flettu við albúminu þínu séra Svavar. Þetta nú fallegu foss. Þetta mjög fallegu foss og hann líka í Fossá og ég man nú ekki hvað hann heitir þessi og það sem líka fallið, sko, oft það ekki bara fossarnir heldur eitthvað í umhverfinu sem að þeir hafa átt sinn þátt í að móta eða áin og það þessi stöpull sem þarna sko, svona eins og sæti með svona mosasetu. Hér erum við komin út í Svarfaðardal og þar margir fagrir fossar og þetta foss sem í Þverá í Svarfaðardal. Næsti, ætli hann sé nú ekki frægari fossin sem neðar í þessar á, ég held að sé nú stundum kallaður Steindýrafoss, mjög fallegur foss. Þetta stundum bara kallaður held ég Efri fossin og mér finnst hann svolítið minna mig á konu í svona einhverjum hvítum og fallegum kjól, kannski í brúðarklæðum sem maður haldi nú áfram að vera rómantískur. Og næstu mynd flettum áfram í albúmunum. Hvar þessi? Þessi þarna sjáum við bara upp á Kellingu. Þetta í Finnastaðaáni og bara ekkert, ég held að sé þarna rétt hjá sem heitir Hraungerðisrétt. Og þetta semst bara í raun og veru á gönguleiðinu upp á Kellingu og alveg magnaður foss og hann rennur þarna í gegnum steinhjarta. Það svona hjarta sem að hann hefur búið til þessi foss. Yndislega fallegur. Og áfram höldum við ferð okkar, þarna erum við. En þetta semst út í Ólafsfirði, þar fallegir fossar og þessi foss held ég að heiti Fosskottsfoss og þá hefur semst þarna verið kot við fossinn sem að hefur heitið Fosskott og svo hefur fossinn aftur fengið nafn sitt af kotinu sem fekk nafn sitt af fossinu, þannig að það var einhver sem sagði mér, hann heiti Fosskottsfoss þessi foss og bara ljómandi fallegur. Þetta svona líka haustmynd. Og þarna erum við komin aðeins innar í Ólafsfjörð. Þessi foss heitir Reykjafoss. Ég held að Reykir hafi verið fremsti bær í Ólafsfirði að austanverð og þarna sem sagt fer maður upp á
á Reykjaheiði sem einu sinni var mikil samgönguæð frá Ólafsfirði yfir í Svarfaðardal. Þarna erum við bara á leiðinni tilbaka úr Ólafsfirði og aftur inn í fjörðinn. Þetta Mígindið. Þetta nú reyndar foss sem að sést bara nokkuð vel frá þjóðveginum, ekki? Já, jú. En það er svolítið príla að ná svona þokkalegri mynd og þarna ég sem sagt á sumarkvöldi og búinn að finna stæði fyrir þrífótinn og smelti af þessari mynd. Þarna kvöldsett. Og þarna hefur nú aldeilis kyrrðin verið þegar okkar mynda þarna við og sjá út Eyjafjörðinn. Það getur verið svo fallegt og ég bjó út í Ólafsfirði og ég sakna svo sem Múlans ekkert. Það voru mikil samgöngubót að fá göngin en það var oft óskaplega fallegt að keyra fyrir Múlan. Og við skulum fá þá upp næstu mynd. Hvar þessi? Þetta eru bara tveir fossar minnstakosti, þrír eða margir fossar, já. Og það skemmtilega við þessa fossa að þeir eru einlega, þetta svona vorfoss, þetta bara yfir í Vaðlaheiði og hann allavega allt öðruvísi við sumartíman og sumir af fossunum yfir í heiði hverfa bara þegar leysingum linnir. Og þetta svona vorfoss, mjög fallegur vorfoss yfir í heiði. Og þetta bara lækur í raun og veru. Það þarf oft ekkert mikil vatnsföll til að búa til dásamlega fallegt sjónarspil. En einmitt þetta þegar þú tala ástíðirnar að fossarnir þeir breytast svo mikið eftir ástíðum. Já. Og náttúrulega vetrarfossarnir eru oft bara frosnir og svona kannski seitlar í þeim undir einhverjum klakkahjúp en þeir eru mjög breytast, taka miklum breytingum eftir ástíðum. Mér skilst Svavar að í sumar að þá ætlir þú að fara með almenning í bara svona fossaskoðunarferðir. Já, ég í ferðafélagi Akureyrar og ferðafélagið ætlar í júnímánuði að skipuleggja svona kvöldgöngur og skoða fossa. Þetta eru bara nokkura klukkutíma gönguferðir og bara hressandi og einmitt þannig að fólk geti fundið og séð að maður þarf ekkert að fara langt eða leggja á sér langa göngu til að upplifa mikla fegurð út í náttúrunni. Hvernig það til dæmis bara þá í Eyjafirði eða víðar á land? Eru fossar almennt merktir til dæmis svona á landakortum eða hvernig nálgast maður upplýsingar fossa? Já, það nú maður keyrir austur og niður Jökuldalinn, þá sér maður að þeir eru farnir að merkja fossana þar og við mættum kannski standa okkur betur í því hér í Eyjafirði og bæði að svona kannski að merkja fossana og sýna fólki hvernig sé best að komast að þeim. En ég held að sé nú svona ákveðin vakning í gangi að merkja fossana. Við fórum til dæmis í mjög skemmtilega göngu í fyrrasumar upp að Strútsfossi sem fyrir austan og ekkert ósvipaður Hengifossi. Mér fannst það nú eiginlega bara enn fallegri en það svolítið labbi en það er merkt gönguleið þangað upp að. Ég myndi fá næsta foss upp. Hvaða foss þetta? Hann nú í Kaupangssveit og mér skilst að Kaupangssveit hafi einu sinni verið kallað Fiskilækjarhverfi og þetta held ég Fiskilækurinn sem þessi foss í. Hann nú ekki mikill en þarna fórum við félagarnir eitt sumarkvöld og í dásamlegu veðri og hann bara snotur þessi litli foss. En svona ég mæli hvarðin á hvað snotur foss, þú sem hefur talað svona mikið við fólk, upplifun fólks á því á fossum væntanlega mjög mismunandi. Já. Og
en það tala margir fossinn sinn og hérna ég hef aldrei séð sko ljótan foss en auðvitað finnst manni þeir vera misfallegir. Þessi foss kallaður Litli Goðafoss að mér skilst og ég vissi ekki þennan foss og var nýbyrjaður að taka myndir af fossum og þá var búinn að taka nokkra myndir og þá var ég einu sinni að fljúga suður og við tókum upp sko í suðurátt og þá sé ég bara þennan foss út gluggann og sem ég bara þegar ég kem aftur norður kem aftur heim þá fer ég og tek mynd af þessum fossi og þetta sem sagt það á sem við sjáum að rennur þarna sem þessi foss fellur í sem heitir Mjaðmá og nú miklu meiri á en þessi þverá sem að þessi foss rennur úr og svo sameinast sem sagt þveráin að Mjaðmá og eftir það heitir hérna áin Þverá og þetta fram í Eyjafirði hérna í Munkaþverá og ég veit ekki af hverju hann heitir Litli Goðafoss en það við eigum 2 Goðafossa hérna í Eyjafirði, það líka Goðafoss út í Svarfaðardal og kannski hafa menn hent í þessum goðum sínum eða eitthvað svoleiðis við einhver sinna eða trúskipti líkt og gerðist í þessum stóra Goðafossi hérna í Ljósvaðsgarði. Næsti foss sem við sjáum? Þetta foss í Djúpadalsá sem rennur úr Djúpadal hérna fram í firði. Þar eru snotrir fossar. Nú búið að virkja ána, ég veit ekki hvort að það hefur haft einhver áhrif á þennan foss eða þessa fossa en þetta er fallegt og það er mjög fallegt gljúfur þarna og þessi mynd nú svarthvít en það eru mjög fallegi litir í gljúfurinu þarna og gaman að skoða það. Og þetta síðasti fossinn sem við sjáum hérna? Áin heitir, ef ég man rétt, Kífsá og hérna upp í Lögmannshlíð. Og það eru allnokkrir fossar bara hérna innan bæjarmarkanna. Og það eru fossar í Glerá og svo þessi foss í Kífsá. Og ég held að hann sé hérna innan bæjarmarkanna og bara sem sagt til marks það við þurfum svo sannarlega ekki að fara langt til þess að geta notið þess að skoða fossa. En eftir að þú fórst svona að dundast í þessu að mynda fossana og þú þurftir að ná þessum fossi og svo flýgur í flugvél og sérð niður einhvern foss og þú verður að sjá þennan en svona þegar þú svona lítur á landakortið eru margir fossa svona sem þú þarft alveg endilega að heimsækja. Það bara margir fallegir staðir sem ég þarf að heimsækja og hérna það gleður mig alltaf að ef það foss á leiðinni, ég labbaði í sumar þarna Víknaslóðir og löbbuðum á Borgarfirði eystra og það var alltaf, við fórum upp í Stórurð en mér fannst alltaf mjög gaman að hérna, og þá tók ég líka upp myndavélina, ég tók sjálfsög tók upp myndavélina í Stórurð en ég tók alltaf upp myndavélina þegar við löbbuðum fram hjá fossum. En þessar fossagöngur þínar útbýrðu þá þannig að ertu með kaffi og smurt brauð og sest niður og nýtur þess að horfa á fossinn og heyra hljóðið og svo framvegis? Nei, ég nú yfirleitt ekki nema maður þurfa að fara eitthvað lengra til en sko þessar fossagöngur hérna í Eyjafirði, þetta bara 2-3 tímar yfirleitt sko, þessar göngur mínar. Og fossarnir sem ég sýni í bókinni minni hérna Gljúfrabúar og Giljadísir heitir bókin það allt saman sko bara klukkutími, 2 tímar eða eitthvað svoleiðis og bara upplagt á sumarkvöldi í góðu veðri að það var nú gaman að fara og skoða hana foss því að þó þú sért með myndina
er hún ekki nema örlítið hlut af þessari skynjun af einum fossi. Og uppáhalds foss séra Svavars Jónssonar? Þeir eru margir. Ég eiginlega get ekki gert að gera, þetta er svona svipað að segja sko, hvað er uppáhalds barnið þitt eða eitthvað svoleiðis. Ég ekki vænt þá alla og bara þakkláttur fyrir þessar stundir sem maður hefur átt við með þeim og bara hlakka til að eiga fleiri. Séra Svavar, þakka þér fyrir komuna og takk fyrir að koma með myndaalbúmið og sýna okkur fallega fossa. Takk sömuleiðis.